kvöldið. Velkomin í Spjallað í Smárakirkju. Ég hér með í dag vinkonu mína sem ég ætla að heyra aðeins í varðandi andlegt ofbeldi. En það Linda Baldvinsdóttir og hún lífsmarkþjálfi, hún samskiptaráðgjafi, hún einnig pislahöfundur á Smartlandi. Margir hafa lesið pislan hennar sem eru mjög vinsælir. Hún einnig pislahöfundur hjá La Vita Liverpool í Bretlandi. Hún líka ambassador fyrir Kind 20 verkefnið hér í Evrópu. Linda, velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Gaman að fá þig. Ég vildi heyri þér í dag út af því að það búið að vera mikið talað undanfarið andlegt ofbeldi. Og hvað andlegt ofbeldi er mikið og útbreitt vandamál. Og ég vildi kannski byrja því að spyrja þig, hvað andlegt ofbeldi? Já, þegar stórt spurt. Andlegt ofbeldi hefur ýmsar birtingarmyndir og ég held að við beitum öll andlegu ofbeldi á einhverjum tímapunktum. Við notum alls konar svipi og við notum svona aðferðir til þess að ná okkar fram sem að getur vel flokkast undir andlegt ofbeldi. En andlegt ofbeldi í sinni verstu mynd niðurbrjótandi. Þú tapar sjálfum þér, þú verður fárveikur í meðvirkni og þetta lífshættulegur sjúkdómur að verða svo meðvirkur að þú ert inn í svona afar skaðlegum aðstæðum. Þannig að það kannski versta birtingarmyndin sem að hins vegar getur andlegt ofbeldi og það verður að koma fram í rauninni að andlegt ofbeldi alltaf undanfari annars ofbeldis. Þannig að ef að andlega ofbeldi orðið alvarlegt, þá, sem það alltaf náttúrulega, en þegar það komið á það stig að það ekkert annað eftir heldur en að það breytist yfir í líkamlegt eða jafnvel sexuált ofbeldi, að þá náttúrulega að hrökkva eða stökkva. Akkurat. Og auðvitað segi ég stökktu. Því að það og ég þekki það sjálf, hvað þetta í rauninni getur brotið niður líkamsstarfsemin okkar og ég svona til gamans má segja frá því að ég sé eina manneskjan á höfuðborgarsvæðinu sem að fekk í tvígang símtal frá heimilislækninum vegna þess að ég hafði ekki komið til hans lengi eftir að ég fer út úr þessum skaðlegu aðstæðum. Athyglisvert. Já, og því að ónæmiskerfið það bara hreinlega brotnaði. En það sem að gerist líka að þetta hefur áhrif á alla þína tilvist. Akkurat. Þú ert með innra sjálfstal, kannski alla daga, meira og minna, sem að snýr að þeim aðila sem að beitir þig ofbeldinu. Og nú erum við að tala alvarlegt ofbeldi. Einmitt. Og þú ert kannski þannig að þú ert í vinnu, þar líður þig kannski best. Svo kemur þú heim og löngu áður en þú kemur heim, þá ferðu að hugsa, skyldi vera allt í lagi? Hvernig skapi skyldi viðkomandi vera í? Verður í lagi núna eða verður ekki í lagi? Og svo stjórnast þín líðan út frá því hvernig aðkoman þegar þú kemur heim. Athyglisvert. Já, og þetta kannski það sem að flestir þekkja sem að búa við mjög skökk samskipti eða andlegt ofbeldi. Það þetta að þurfa að svona ganga og passa sig að brjóta ekki skurnina. Vita aldrei hverju má búast við, vita það að til dæmis ef þú ætlar að hafa gaman, að þá mjög líklegt að þessi aðili muni eyðileggja það fyrir þér. Hann mun líka eyðileggja fyrir þér vináttuböndin þín, hann mun eyðileggja fyrir þér fjölskylduböndin þín, hann mun jafnvel skaffa þér peninga eftir sínu eigin höfði, hann mun gera, þar sem þið langar til þess að framkvæma á annað. Hann mun með einhverjum hætti koma því þannig að þú gerir það ekki. Af því að það auðveldara að sleppa því heldur en að berjast fyrir því. Skilja. Og í svona sambandi, til dæmis ef við förum inn í náin samskipti, þá það þannig að þið í sitt hvoru liðinu. Þið ekki í almennilegu, heilbrigðu, góðu sambandi.
þetta svona tug of war, þetta svona stríðsástand. Viðkomandi allavega sem að beita ofbeldi allavega á móti, hann ekki með þér í liði í rauninni. Nei, og í rauninni það sem gerist náttúrulega auðvitað verður þú ekki heldur með í liði vegna þess að þegar þú býr við þessar aðstæður þá krefjast þær þess að þú ferð að fela þig svolítið. Þú mátt ekki taka pláss. Nei, og þú ekki bara það, heldur þú ferð að reyna aðeins að svona passa þig á því hvað þú segir, hvað þú gerir og ef þú gerir eitthvað, vera ekkert endilega að segja frá því af því að það auðveldara. Það semst auðveldara að ljúga heldur en að segja satt. Wow. Og þetta varnarmekanismin okkar sem fer í gang og það að vera inn í svona skökkum samskiptum já, eins og ég sagði áðan, jafnvel lífshættulegt ástand. Segðu mér, kona eins og þú, nú ert þú sterk, sjálfstæð kona. Nú ferð þú inn í samband, þú ert að tala þitt eigið samband, þú hefur gengið í gegnum svona og þess vegna kannski þekkir svona mikið til þess bara eigin raun. Hvernig byrjar svona? Þú veist, nú hlýtur þetta að vera einhvers konar ferli sem á sér stað. Hann byrjar ekki að sýna kannski sitt rétta andlit alveg strax. Sko merkilegt nokk að þá held ég að það séu rauð flögg í upphafi sem að við kannski neitum að taka eftir. En auðvitað þetta ferli og við vitum alveg hvernig ástarsambönd til dæmis byrja. Þau byrja með, þú veist, eins og bandarísk bíómynd þar sem allir eru ástfangnir og allt leikur í lyndi og yfirleitt í þessum samböndum að þá gerast hlutinni mjög hratt. Já. Þú fer hratt inn í ferlið af því að viðkomandi veit að hann getur í rauninni ekki staðið undir því að hafa langt ferli, langan aðdraganda vegna þess að hann mun koma upp sig og nú erum við að tala alvarlegu manngerðina. Og því að sko ég vil eiginlega taka þetta svona í tvennu lagi. Það annars vegar þessir aðilar sem jafnvel eru siðblindir, psykopatar, narsistar og svo vidare. Og það eru alvarlegustu tilvikin vegna þess að þá erum við farin að tala ofboðslega sjálflægni, við erum farin að tala að þetta fólk hefur ekki samkennd og því alveg sama. Það kann kannski segja já, ég heyri hvað þú segir, en það ekki að heyra það. Og margir af þessum sem eru svona psykopatar og eru með svona narsisísk einkenni eru mjög karismatískir. Fólk grunar þetta ekki þegar það hittir viðkomandinn kannski bara út í búð eða við einhverjar aðrar aðstæður. Nei, þetta yfirleitt, sko, flugáfaðir einstaklingar. Og þetta eru, eins og þú segir, mjög sjarmerandi einstaklingar og þeir lúkka alltaf vel út í frá og sá sem að býr svo með þessum einstaklingum, þeim finnst alltaf eins og þeir svona verði einhvern veginn undir. Já. Þannig að það mun enginn heyra þá. Og enginn trúa þeim. Enginn trúa þeim. Þannig að já, það eru alvarlegu persónugerðirnar. Hins vegar mjög algengt að fólk eigi í skökkum samskiptum, bara út af samskiptamynstrum sem það læra bara í æsku og annað og taka með sér út í lífið og svo kemur annar aðeil á móti sem kannski með önnur samskiptamynstur og svo fara þessi samskiptamynstur kannski ekki alveg saman. Og það einmitt Gottman stofnunin talar þessa 4 hestamenn sem í rauninni eru banabiti hvers sambands ef það ekki tekið á þeim. Hestamenn segirðu? Já, hestamenn Gottmans, þeir eru svona hestamenn endalokana. Já, ég skil. og það eru ákveðin einkenni og ég skrifaði þetta einmitt í pistli á Smartlandinu. Já. Og tók fyrir þessa hestamenn og ég held að sé mjög gott að hafa hugmyndum þessi skökku samskipti líka, ekki bara alvarlegustu gerðina sem hræðileg og í rauninni afar niðurbrjótandi, en hitt í rauninni verður líka niðurbrjótandi ef það fær að viðgangast. Akkurat. Og það sko, þetta eru 4 flokkar, 4 hestamenn. Já. Við ætlum bara að fá að lesa þess hérna. Endilega. Og það fyrsti flokkurinn útássetningar sem mjög algengt að þeim séu beitt svona kannski á lægvísan hátt og þú svona, ef þú notar alltaf til dæmis, þú gerir þetta alltaf eða aldrei, þetta útássetningar eða þegar sagt við, þú hugsar aldrei neitt nema sjálfa þig, þetta útássetningar eða þú ættir nú kannski að vera með
stutt hár, ekki vera að safna hári, þú veist, þetta eru svona lúmskar athugasemdir og eins þetta, það verður aldrei neitt úr neinu hjá þér. Þú veist, þarna ertu farin að brjóta niður til dæmis og það er mjög algengt að útásetningar séu notaðar í báðum gerðum í rauninni af þessum alvarlegu tilvikum og eins þessum skökku samskiptum sem ég vil kalla fyrirlitning. Þetta er nú kannski eitthvað sem að við mörg erum segum kannski í einn annan tíma, þú veist, rangpálfum augunum, þú veist, hvistlags að snertu í rauninni, þú veist, það er hæðni og svona fyndni á kostnað hins aðilans og það vil leiðast út í það að það er fókuserað á allt sem er að makanum í stað þess að horfa á það sem er í lagi með. Þriðji hestamaðurinn er vörnin og þarna koma liðin sko, það er bara Liverpool og Manchester United sem mæta sko og þá finnst þér þú vera gagnrýndur of hart eða ráðist á því og þá ferðu bara í vörnina og þú sko oft er vörninni beitt til þess að forðast að taka ábyrgð líka á sínum hluta og mörgu í lífinu. Já, þegar þú ferð að ásaka maka þinn þegar hann fer að koma fram með eitthvað umræðefni sem hann vill tala og umkvartanir sem þið líkar ekki að fara í vörn þá í staðan fyrir að segja ok, finnum, setjumst niður, ræðum þetta, skoðum þetta, finnum lausn. Að þá er farið í vörnina og sagt nei, þetta er ekki svona, þú veist, þú ert að túlka þetta vitlaust, þú sér þetta vitlaust og þar eru við pínlítið komin í gaslighting sem er oft notað. Alvarlegasti hestamaðurinn er í rauninni þessi fagnarmeðferð og steinveggirnir þar sem að það er algjör höfnun. Það er höfnun á það sem þú ert að segja, það er höfnun á þig. Þannig að fólk sem að fer vikum saman inn í það kannski, og það er alveg til dæmum það, að tala ekki saman. Þetta er ein versta tegund andlegs ofbeldis því að Við erum náttúrulega bara verur sem að þurfum á samskiptum að halda. Já, og þarna er verið að segja að ég ætla að halda þér hér. Já. Og ég ætla ekki að ræða þetta, ég ætla ekki að gefa þér pláss, ég ætla ekki að leyfa þér að tala einu sig. Nei, og þessi þögn, hún fer illa með alla. Þá fara allir á tærnar og enginn þorir að segja neitt og enginn vill rugga bátnum, sem er mjög alvarlegt. Þegar við getum ekki tjáð okkur í samskiptum og í sambandi öðruvísi en að fá þessa höfnun á okkur, þá erum við bara í skökkum samskiptum að minnsta kosti. Og þetta er sko, hvað ég segja, þessum hestamanni er yfirleitt otað fram þegar að ástandið er orðið svolítið yfirþyrmandi. En eins og ég segi, þetta er hættulegasti hestamaðurinn vegna þess að aðilinn sem að verður fyrir þessari þagnarmeðferð, honum finnst hann vera hafnað og yfirgefinn. Og það er eitthvað, við erum í sambandi til þess að vera saman en ekki til þess að yfirgefa. En nú hefur fólk upplifað svona og verið jafnvel í samböndum lengi vel og kannski bara er áfram í samböndum, jafnvel þótt að allt þetta sé í gangi og meira til. Hvernig stendur á því? Hvernig stendur á því að fólk sætti sig við svona meðferð? Sko, fyrir það fyrsta þá byggist þetta upp yfirleitt yfir langan tíma. Og það er þannig að ofbeldishringur eins og kallaði, kontrólhringur, hann er þannig að það byggist upp svona spenna og þrýstingur og annað slíkt í ákveðin tíma. Síðan verður ofbeldið í rauninni, hvað svo sem það er. Og þegar aðilinn sér að hinn aðilinn er kannski bara að verða tilbúin til þess að fara út úr þessu, þá kemur besta hugsanlega tímabil sem að nokkur manneskja getur upplifað í samböndum. Mjög óeðlilegt en gefur ótrúlega mikla tilfinningar. Og svona, það verður örugglega bara ekstra búst á öllum boðefnum í heilanum.
En það kallað honeymoon tímabilið. Þegar í rauninni... Þegar ofbeldið hefur átt sér stað, þegar spennan hefur byggst upp og ofbeldið átt sér stað, þá kemur þetta honeymoon tímabil. Og þá sem sagt ofbeldismaðurinn í rauninni að bæta fyrir eitthvað, þú veist að það koma þess að ofbeldslegu sveiflur. Já, þá kemur fyrirgefningarbeiðnin, það kemur að þú yndislegasta, frábærasta og flottasta manneskja sem hefur gengið þessa jörðu líklega. Ég skil. Og eftir ofbeldið og eftir spennuna, þá er svo gott að heyra þetta. Og fólk gæti jafnvel verið húgt á því? Já, í rauninni vegna þess að, sko, ég held að þeir sem eru í þessum samböndum eru þar vegna þess að þeim virkilega langar til þess að láta þetta ganga upp og vilja sambandi sem slíkt, vonast eftir að aðilinn breytist, sem að gerist ekki og það er kannski, hugsa ég að sé algengara með konur, en ég veit að karlmenn verða líka svo sannarlega fyrir þessu. En við konur erum alltaf í þessu umönnunar hlutverki og mynd sem að Hugleikur Dagsson teiknaði einu sinni, mér fannst hún einhvern veginn svo lýsandi fyrir svona sambönd að þá er sem sagt maður sem liggur í götunni, í kringum hann eru brennivínsflöskur, það eru dópnálar og sígarettur og hann er greinilega alveg out of it. En yfir honum stendur kona í hvítum kyrtli og segir I can save him. Og er þetta ekki oft þannig? Það er nefnilega þetta. Við höldum virkilega að við getum breytt annarri mannesku af því hún elskar okkur svo mikið, af því við erum svo frábær, af því við, þú veist, erum bjargvættir þeirra í rauninni, þá höldum við að það muni geta sigrað. Og getum við sérst ekki breytt annarri mannesku? Ertu að segja mér það? Ég er að segja þér það. Ég sem er búin að reyna og reyna. Já, en ég get alveg sagt þér það. Ég get sagt þér að ég get breyst. Og það geta allir breyst, en þú breytir mér ekki og ég breytir þér ekki. Það þarf að koma frá okkur sjálfum. Og í mörgum af þessum tilfellum sem við erum að tala erum við að eiga við veika einstaklinga. Vegna þess að fólk sem er, hvað ég var að segja, heilbrigt innan gæsalappa, það vill eðlilega heilbrið samskipti. Skökkur samskiptin geta aftur á móti verið eitthvað sem þú getur lagað af því að þú lærir að beita öðrum aðferðum. En þessi eigingjörnu meiðandi samskipti, þú ert ekki að fara að breyta einhverjum aðila þar. Það bara gerist ekki. Ekki nema hann væntanlega þá vilji það og fari í þá vinnu. Já, það er hörku vinna vegna þess og ekki bara það heldur sum tilfellin þar sem við erum að tala mjög andlega veika aðila eins og narsista og psykopata. Hvernig eiga þeir í rauninni að geta breyst? Vegna þess að þeir hafa ekki samkenndina. Akkurat. Og þeir hafa ekki þessar tilfinningar sem að svona venjulegt fólk kannski hefur, sem að eru þessar tilfinningar að vilja öðrum svo vel. Þeir vilja sjálfum sér vel. Og narsistar, þú veist, þeir eru til dæmis, þeir draga nafn sitt af honum Narsiskus, ef ég fer rétt með nafnið, sem að drukknaði við að horfa á sína eigin spegilmynd, af því að hann var svo hugfanginn af henni. Og þannig að það lýsir svolítið. Já, lýsir. Já, þannig að við erum ekkert endilega að breyta því. Nei. Því þá erum við að tala að þá snýst allt tilveru þeirra. Ég heyrði konu sem var bara orðin veik. Hún var bara orðin líkamlega og andlega veik af því að við hafa verið í svona aðstæðum. Getur þetta alveg farið þangað? Getur fólk bara dottið út af vinnumarkaðnum og orðið bara líkamlega veikur? Já, eins og ég sagði hérna í upphafi. Það er alls konar líkamlega einkenni sem geta fylgt þessu og eins og til og með svimi. Ég man eftir því að ég fekk svo mörg svimaköst að ég stundum var að keyra þá þurfti ég bara að halda í stýrið og leggjast í rauninni fram að bara vegna þess að þetta er bara taugakerfið að bregðast við óeðlilegum aðstæðum og þegar þú orðin vanur og þetta er kannski eitt af því að þú spurður af hverju er fólk í þessum aðstæðum. Fyrir það fyrsta þá ertu kannski í einhverju tilfellum kemur úr bakgrunni þar sem þú hefur vanist slíku umhverfi. Í öðru lagi að þá ertu kannski að koma úr, hvað ég var að segja, niðurbroti með sjálfa þig. Það er mjög algengt að ungar manneskjur hafa ekki gott sjálfstraust og í rauninni fara ungar inn í sambönd
og er að byggja upp sjálfsmyndina sína þar og ef þú lendir á þannig aðila þar þá tínur og glatar sjálfriðir eða sjálfum þér á leiðinni. Þannig að þú veist, það eru margir vinklar á þessu en smám saman veikistu, smám saman aðlagastu líka og það sko þessi eiginleiki okkar mannana að aðlagast aðstæðum. Sjáðu bara jarðskjálftana sem við erum búin að, við tökum alltaf eftir þeim, býttu var þessi stór eða var hann lítill. Þú veist, við erum svo fljóta aðlagast. Og vera trekk í trekk. Já, og við erum eiginlega hægt að taka eftir, þá kom einhver 4 kom eitthvað á Richter og þá erum við hægt að taka eftir því. Akkurat. Og síðan það þannig að sko, við getum horft til seinni heimsstyrjaldarinnar. Þá var það þannig að lifa af í fangabúðum nasista. Þú þurftir að aðlaga þig og þú þurftir að aðlaga þig aðstæðum sem voru mjög skakkar. Heldur betur. Mjög. Og hann Viktor Frankl, hann skrifaði mjög áhugaverða bók einmitt það, hvernig fólk lifði af í fangabúðum nasista. Og það nákvæmlega það sama sem að gerist í rauninni. Við aðlögum okkur að óeðlilegum aðstæðum og við reynum að svona lifa af í rauninni. Og þegar þú ert bara í að lifa af, þá svona kemur kannski þarfapíramídin okkar svolítið í ljós. Þú veist, það bara þessi grunnhugsun, fæði, klæði, húsnæði. Og við erum ekkert komin þá í efsta píramídan sem eru hérna allir andlegheitin og þar sem við erum að blómstra og skapa og annað slíkt. Við erum ekki þar. Nei, þú ert bara í rauninni grunnum. Þú ert bara að lifa af. Og þá ert ekkert að hugsa endilega í rauninni hvernig get ég farið út úr þessum aðstæðum, heldur hvernig get ég lifað af í þessum aðstæðum. Og það ekki fyrir en að manneskjan kannski opnar augun með því kannski að líta í kringu sig, með því að lesa, með því að sjá einhvers staðar annar staðar eitthvað sem hefur gerst og allar upplýsingarnar sem við höfum í dag. Og leita sér hjálpar, hjá manneskju eins og þér. Já, og leita sér hjálpar. Þú leitar náttúrulega ekki hjálpar fyrir þú sérð að það eitthvað óeðlilegt í gangi. En leið þú gerir það og leið þú fær speglunina á að kannski það nú bara rétt hjá þér, kannski ertu í skaðlegum aðstæðum. Að það þá sem þú fer kannski að hugsa til hreyfings. En í rauninni þá ertu kannski ekki tilbúin samt að fara, þú kannski ferð, þú kemur aftur, þú ferð, þú kemur aftur og svona getur hringrásin verið. Því að þessi menn eru líka snillingar og konur að ná fólki tilbaka með ákvarðat þessum fallegu lofurðum og öllu til. En sko, við þá sem að hlusta á mig núna, þá segi ég þeir sem að fara aftur og aftur frá manneskjunni, það mun koma því einn daginn, hún fer algjörlega. Þannig að reynum að sýna þolinmæði. Ég veit að það erfitt. Það erfitt að horfa upp á einstaklinga sem í svona aðstöðu og í rauninni taka alltaf á móti þeim og hugsa bara, heyrðu, akkur gerir manneskjan ekkert í þessu? Og það mjög erfitt og svo ertu kannski að segja manneskjunni, ekki láta bjóða þetta, ekki vera inn í þessu. Og þú veist, ég veit alveg hvernig ég myndi gera það sjálf. Algjörlega. Og því að í rauninni kannski sá vinur sem til vams segir, en þegar það gerist kannski í 20. skiptið, að þá manneskjan sem beitt ofbeldinu, hún kannski fann að upplifa sig sem svolítið lélegan pappír. Þannig að þá fer henni að finnast þetta hræðilegt að hlusta á þetta. Þannig að hún flýr svolítið af hólmi, af því að hún í mólum. Og það... En gerist það ekki líka þannig að manneskjan, sem í svona aðstöðum, og vinir væntanlega í kring, segja eitthvað, ég meina á endanum hlýtur hún þá bara að velja, þurfa svolítið að velja á milli, það ekki? Sko, þetta alltaf spurningin val og það alltaf spurningin að, sko, eins og setningin sem ég heyrði daginn, með því að velja ekki, að velja. Já, akkurat. Og við auðvitað að því. En hins vegar þá svo margir aðri þættir sem að spila inn í og þetta flókið mynstur. Einstaklingar sem koma meðvirkir út í lífið, þeim hættir til dæmis miklu meira til þess að lenda á svona einstaklingum af því að í rauninni þetta eins og segulstál. Það meðvirkillinn og, ef að segja ofbeldismaðurinn, þeir sogast af hvorum öðrum. Því að sá meðvirki finnur þarna traust og eitthvað svona yfirvald sem að mun kannski hvað ég að segja? Brjóta? Nei, ég held að það sé ekki hugsunin endilega. Ég held að hugsunin sé meira þessi að þú finnur þarna kunnuglegt munstur. Þú finnur að þarna eitthvað sem þú þekkir og þú kannast við og
allt það sem við könnumst við, það öryggis svona ventil hjá okkur. Hinn aðilinn hins vegar, hann finnur að þarna manneskja sem auðvelt að fá til þess að sinna þörfum sínum. Og það auðvelt kannski að brjóta hana niður. Og ég tala ekki ef hún kemur frá brotnum stað fyrir, þá þetta svo auðvelt. Þannig að, og þá gerast líka, eins og ég sagði upp að hlutinni gerast mjög hratt inn í svona ferli. Þannig að þetta ótrúlega flókið. En eins og ég segi, þetta annars vegar kannski bara skökk samskipti sem kannski auðvelt að laga ef að fólk tilbúið til þess, báðir aðilar. Hins vegar eru samskipti sem að verða aldrei góð og aldrei hægt að laga. Og stundum hægt að sjá forsöguna svolítið, eru mörg svona brotin sambönd að baki til dæmis. Úr hvað grunni kemur fólk, og nú ég ekki að segja að dæma fólk eftir grunninu sem það kemur úr, en stundum þarf að skoða, eru brot þar og sem að gætu útskýrt þau rauðu flögg sem þú ert að sjá. Og það bara gott í öllum tilvikum að fara ekki of hratt inn í sambönd. Fara ekki of hratt. Það sérstaklega fyrir þá sem eru meðvirkir og þeir sem hafa lent í svona samskiptum, þá mjög nauðsynlegt að taka sér tíma, því að það tíminn einn sem að svona kemur okkur kannski úr skýjaborgunum niður á jörðina. Ég vil bara taka sérstaklega undir þetta, að fólk taki tíma, sérstaklega ef það með þennan brotna bakgrunn og kannski með fleiri sambönd svona baki. Út af því oft það kannski eitthvað innan með þér sem að laðast að einhverjum ákveðnum típum. Og þá kemur það í rauninni bara í ljós með tímanum, ekki satt. Jú, og líka sko við gleymum því svo oft að heilin okkar ólíkindatól. Og hann framleiðir náttúrulega og boðefni og hann tekur líka upp boðefni og það sem að gerist að náttúran svo skemmtilega hvað ég að segja, fullkomin. Að í upphafi sambanda, og þetta örugglega hugsað út frá því að við þurfum að fjölga okkur og það þurfa allir að hafa jafna möguleika að því að geta fjölgað sér. Þannig að það sem gerist hjá okkur þegar við verðum ástfangin að það bara verða fullt af boðefnum til sem bara eins og bara, ég veit ekki, ég hef ekki prófað eiturlyf en þú veist, ég veit það á skýringu allavega, að þetta geti orðið bara ótrúlega víma og það þekki allir sem hafa orðið ástfangnir. Þetta víma. En víman, hún endist nefnilega ekki, hún getur endist alveg í 1-3 ár, cirka bát, en hún minnkar og breytist. Þannig að þegar þú ert búin að fá kannski sem ár til þess að kynnast manneskju, þá ertu svolítið fann að sjá tendensana í henni. Og þá ertu líka fann að sjá, ræð ég við þessa tendensa, eða ég bara komin hérna á fullt inn í eitthvað sem ég veit að óheilbrigt og ætla ég bara að vera þar. Þannig að tíminn málið. Meira segja þó við séum orðin fullorðin og kannski tíminn hefur minnkað sem við höfum og eigum eftir. Það borgar sig að fara hægt í sakirnar. Og þú talar líka það hérna áðan að við í rauninni getum ekki valið fyrir fólk sem í svona aðstæðum. Á einhverjum tímapunkti þarf fólk að finna þennan innri styrk. Hvað getur hjálpað til fyrir fólk að finna þennan innri styrk til þess að taka þessa ákvörðun að ganga úr sambandi? Láta ekki meiða sig með þessum hætti. Eins og ég sagði áðan að það kannski að sýna fólki viðurkenningun á því að þú sjáir, þú heyrir. Það sé ekki allt í lagi að þessi komið svona hins veginn fram við það. En í rauninni það eina sem þú getur gert og sagt ég til staðar. Og þegar að málið orðið mjög alvarlegt að segja þá ef þú treystir ekki til að vera inn í þessum aðstæðum, því að það geta orðið það skelfilegar og þú treystir þér ekki til þess að vera inn í samskiptum við fólk sem að standa í þessu. Við verðum líka aðeins að hugsa það. Því þú getur sjálfur leiðst inn í óheilbrigt munstur, þannig að vera og segja þegar þú vilt fara bataleiðina, alveg eins og með bara alkohólisman, ef þú vilt fara bataleiðina þá ég hérna, en því miður ég treysti mér ekki til að vera inn í samskiptunum eins og þau eru, eitthvað slíkt, en auðvitað verður fólk að finna það hjá sjálfu sér hvað það vil gera. Við förum oft í þennan gír að vilja vera allt og mikið til staðar og það auðvitað val hvers og eins. Og það kannski líka
ekki endilega sniðugt, fólk þarf að... Nei, í rauninni, sko, áður sem ég sé að leggja einhvern dóm á það, vegna þess að það er bara misjafnt hvernig við erum og hvernig við fungerum. En ég held að það sé með þetta eins og með allt annað, að í rauninni þá þurfum við sjálf að uppgöta, við þurfum sjálf að vilja og við þurfum sjálf að, sko, bara eins og Kristur sagði, viltu verða heill? Akkurat. Það er fyrst þá sem þú getur orðið heill, þegar þú vilt það, þegar þú velur það og tekur skrefin í átt að batanum. Og við erum heppin hérna á Íslandi til dæmis. Það er fullt af úrræðum fyrir konur og menn í þessum aðstæðum, meira þó fyrir konur, því miður, en það eru úrræði og ég held að bara það að tala við ráðgjafa og spurja, er þetta eðlilegt í mínu sambandi eða er eðlilegt að fólk tali svona til mín, er eðlilegt ég fá ekki að tjá mig, er eðlilegt að viðhorfum mín og allt sé skotið niður og ég fá ekki að hafa aðra skoðanir eða kjósa annan flokkheldur en maðurinn minn eða konan mín eða, þú veist, er eðlilegt að ég siti uppi með börnin öll kvöld og makinn getur gert hvað sem er eða hvernig sem þetta er. Ég held að við þurfum að hérna, eins og í þessu, þú veist, það þarf alltaf að finna hvað er eðlilegt og hvað ekki. Við talum ekki ef þú kemur úr aðstæðan þar sem þú veist kannski ekki endilega hvað er eðlilegt. Þú ert kannski alin upp við skökk samskipti, þannig að hvernig áttu að vita hvað er eðlilegt? Jú, þú sér einhverja bíómyndir og þú sér fólk og svona þú ferð kannski að fá hugmyndir, já, svona er þetta kannski þetta er heilbrigt, en þú þekkir ekki leiðina þangað. Og það er þá sem þú þarft að fá aðstoðina og hjálpina til þess að finna hvernig næ ég á þennan stað sem ég vil fara á. Þannig að líka kannski mikilvægt hvernig vini þú átt og hvaða samskipti þú átt við annað fólk og að velja sig kannski vini. Algjörlega, ég held að sama hvort það eru vinir eða maki, þess vegna vinnustæður og hérna vinnufélagar ef þið líður ekki vel í vinnuumhverfinu þínu og þú finnur það ekki velkomin þar, ef þú finnur að það mæti þig viðmót sem að þið líður illa í og þú kvíðir fyrir að fara í vinnuna hverjum degi, hættu. Það er engin vinna svo merkileg að þú láti bjóða þér þetta. Vegna þess að þetta er alltaf algengt. Þetta er alltaf algengt í þjóðfélaginu okkar og líklega öllum þjóðfélagum. Það er þetta einelti sem á sér stað á vinnustöðum. Það er ekkert annað en andlegt ofbeldi. Nei, er mikið rétt. Og þetta orð einelti, það er veikara orð heldur en andlegt ofbeldi. Því ef það væri sagt við þú ert að beita andlegu ofbeldi í staðinn fyrir einelti, það er miklu sterkara og heggur meira að þér í rauninni. Þannig að kannski ættum við að tala meira um það. Algjörlega, svona rétt að lokum, Linda, hvað hérna fyrir þig sjálfa, hvað tók þig langan tíma að jafna þig á þessu? Þegar þú steigst út úr sambandinu, nú er orðin mörg ár síðan og þú hefur náttúrulega sér eftir að hjálpa fólki mitt í þessum, þú veist, að fóta sig og elta draumana sína og þú hlýtur á að þurft að fara í einhverja vinnu eftir þetta. Já. Ég, sko, í rauninni allt sem ég hef lært og allt sem ég er að hjálpa öðrum með var gert fyrir mig. Þannig að ég var ekki að læra til þess að hjálpa fólki, ég var að læra til þess að hjálpa mér, sem að var svo til þess að ég get hjálpa fólki. En ég þurfti að takast á við meðvirknina mína svo sannarlega. Ég kem mjög meðvirk út í lífið og kem kannski úr skökkum samskiptum þar. Og hafði viðmið sem voru kannski ekki alveg eins og ég hefði viljað hafa þau. Yndislegt fólk sem ég er alin upp hjá og ég átti yndislegar ömmur og allt þetta, en ég kem meðvirk. Ég kem þannig að ég er að, svona, hvað ég var að segja, geðjast fólki, halda friðinn, teygja mig eins langt og ég gat og annað slíkt og halda öllu í lagi. Þannig að það er umhverju sem ég kem úr og ég þurfti að takast á við þetta og ég kannski enn að takast á við þetta. Þú veist, ég get alveg verið stjórnsöm ennþá, en ég er ekki neitt með hvað ég var. En að vera meðvirkur, það er öll ævin sem fer í það.
því að við getum dottið niður. En hins vegar, ef við erum búin að læra að takast á við þetta, þá dveljum við ekki þar. Og ekki líka einmitt svolítið eins og þú talar að vera meðvitaður það og sjá það þegar þú ert að fara inn í einhver skökk samskipti. Það getur náttúrulega líka verið bara ákveðin svona lausn í því að stoppa sig af og þá stíga beint út ef að fara yfir. Sko leið þú veist hvaða meðvirkni mynstur eru ríkjandi í þínu lífi. Því að þau geta verið mismunandi. Og bara það eitt lítið dæmi kannski þegar þú felur tilfinningarna þínar og þú segir ekki hvernig þið líður. Bara leið þú veist að það er eitthvað sem þú gerir. Þá getur þú farið að byrja, þannig að nú þarf ég kannski að fara að segja hvernig mér líður. Ég þarf kannski að fara að ávarpa tilfinningarna mínar. Bara þetta litla dæmi, og nú erum við að tala af heilum lista, þá er þetta eitt dæmi, en þetta litla dæmi getur breytt ótrúlega mörgu á þinni vegferð bara að segja hvernig þið líður. Og þekkja hvaða tilfinninga þú hefur. Merkilegt. Og nú erum við bara að tala pínlítið brot. Já, nákvæmlega. Þetta er mjög áhugavert og ég mun pottið fá þig aftur til að ræða svona ítarlega þessi mál og fleiri. En ef að fólk er í þessari stöðu og vill taka skref í átt að heilbrigði, hvar getur það nálgast þig? Það getur nálgast mig með því að senda mig post á linda@manngildi.is til dæmis. Hringdi í síma 847 81 50. Nú svo er ég á Facebook og það er alltaf hægt að senda þar bara. Allir á Facebook. Allir á Facebook, þannig að það er bara að finna mig þar. Algjörlega. Ekkert mál. Bara frábært. Takk fyrir að koma til okkar í Spjalla í Smárarkirkju og við sjáumst mjög fljótlega aftur. Já, og ég takka fyrir mig og ég hvet alla sem að kannast við eitthvað af því sem ég talaði skoðið það. Svona verið hreinskilin við ykkur sjálf og gerið eitthvað í málunum. Just do it, eins og Nike segir. Takk fyrir. Verið þið sæl.